Ráðgjafarþjónusta Krabbameinsfélagsins býður upp á stuðning fagfólks fyrir þá sem eru greindir með krabbamein, aðstandendur þeirra og þá sem hafa náð bata. Fyrst var þessi þjónusta aðeins í boði á höfuðborgarsvæðinu, síðan bættust við 2 ráðgjafar á Akureyri til þess að þjónusta Norrlendinga og núna hefur tekið til starfa nýr ráðgjafi hérna á Austurlandi. Ég var að taka við þessu starfi bara núna í miðjum heimsfaraldri. Ég byrjaði bara núna í mars og mitt starf er í raun að veita ráðgjöf og stuðning bæði fyrir þá sem eru greindir með krabbamein en líka fyrir aðstandendur. Þannig að ég mun í rauninni sinna þessu og svo aðeins svona fræðslu og forvarnastarfi á svæðinu. Og hvar ertu í rauninni staðsett? Verðurðu svona eitthvað á ferðinni eða hvar á fólk að nálgast þig? Já, ég verði í rauninni staðsett á Egilsstöðum en þetta verkefni er í samvinnu við sveitarfélögin á svæðinu, Heilbrigðisstofnun Austurlands og í rauninni bæði krabbameinsfélögin hann fyrir austan, bæði krabbameinsfélag Austurlands og krabbameinsfélag Austfjarða. Þannig að það verður svona, ég verði eitthvað á flakki, þetta er náttúrulega mjög stórt svæði en plan er að geta boðið í rauninni öllum upp á ráðgjöf og viðtöl hvar sem þeir búa. Þannig að þetta verður akstur og eitthvað svona, en þetta er bara mjög spennandi. Starf Margrétar er nýtt, þannig að til þess að byrja með hefur hún unnið að því að vekja athygli fólks á því að þessi þjónusta er loksins í boði. Og ég held að það sé bara mjög mikilvægt að geta boðið fólki upp á þessa þjónustu heima hjá sér. Það er bara alveg vitað að fólk þarf ofta að fara langan veg í krabbameinsmeðferð og lyfjagjafir og annað. Og það er bara mikilvægt að það hafi einhvern svona í sinni heimabyggð og það sé stutt að nálgast þetta. Þannig að það er svona það sem að ráðgjafarþjónusta Krabbameinsfélagsins hefur verið að einbeita sér að núna upp á síðkasti, að bjóða upp á þetta nær fólki. Og við erum öll heilbrigðisstarfsfólk, þannig að við höfum svolítið svona góðan bakgrunn og erum mjög duglega að vinna í teymi. Þannig að þó ég sé ein fyrir austan, þá er ég ekkert alein og get leita ráða og það eru hjúkrunarfræðingar, félagsráðgjafi, sálfræðingar og svo er ég menntaður læknir. Þannig að það er nóg af fagfólki til að hjálpa stað. Hvað hefur verið að starfa við áður? Ég hef verið að vinna bæði var á heilsugæslunni á Sauðárkróki og svo hef ég verið bara á Landspítalanum. Þannig að þetta er svona svolítið nýtt fyrir mér en mjög spennandi verkefni og bara mjög mikilvægt fyrir bara fólk alla. Það er náttúrulega að vita að 1 af hverjum 3 Íslendingum greinist með krabbamein einhvern tímann á lífsleiðinni. Þannig að þetta kemur öllum við og svo má ekki gleyma aðstandendum og þeim sem hafa mist ástvin og krabbameini. Þannig að þetta er í rauninni kemur öllum við og bara mjög mikilvægt að þetta standi fólki til boða. Þannig að ég vil bara halda áfram að berjast fyrir þessu og sérstaklega að fólk sem býr út á landi bara búi við jafnan kost og hafi bara tök á þessu, að leita sér ráðgjafar og stuðning bara heima hjá sér. Nú ertu nýlega byrjuð, hvernig leggst þetta í þig svona til að byrja með? Mér finnst þetta bara mjög spennandi og er náttúrulega svolítið að móta þetta starf bara í samvinnu við fólki á svæðinu og heilbrigðisstofnanirnar og planið er að geta boðið upp á viðtöl á heilsugæslunni. Þannig að það eru náttúrulega nokkrar heilsugæslur hérna á öllu Austurlandi sem að væri það hægt að bjóða upp á viðtöl á og koma til móts við fólk sem að býr bara á þessu svæði. Svo mun ég svara í síman alla daga milli 9 og 4 og það verður líka hægt að ná með tölvupóst. Þannig að það er bara alla leiðir opnar og ég hlakka svolítið til að móta þetta bara í samvinnu við alla sem búa þarna fyrir austan. Nú getur þetta oft verið erfiðir hlutir og erfið samtöl. Finnst þér þú alveg undirbúin undir það? Já, ég tel allavega minn svona bakgrunnur sem læknir og þekki náttúrulega svolítið inn á þetta og hef verið aðeins á krabbameinsdeildum. Þannig að mér finnst ég alveg vel í stakk búin til að taka þessi viðtöl og ég þekki það bara sjálf á eigin raun að það skiptir miklu máli að það sé hlusta á fólk og svona þessi virka hlustun og samtal. Þannig ég held að það sé líka mjög mikilvægt. En svo ég er náttúrulega ekki ein, þannig ef það er eitthvað sem að mér finnst ástæða til að fá annan inn í eða til dæmis aðkomu félagsráðgjafa eða sálfræðings þá er það náttúrulega í boði hjá ráðgjafarþjónustunni og við erum mjög duglega að halda svona teymisfundi og ræða málin og það er að sjálfsögðu allt í fullum trúnaði og þannig að fólk þarf ekki að hafa áhyggjur af því. En þú sjálf, þú ert ekki frekar nýlega flutt austur? Jú, ég í rauninni flutti bara síðasta haust og elti manni minn sem býr þarna fyrir austan.
Þannig að ég er bara svona tiltölulega ný í bænum, þannig að það er kannski pínu erfitt að koma sér svona á framfæri, en ég vil bara endilega allir viti af þessu og bara verið óhrædd að hafa samband, af því þetta skiptir svo miklu máli, bara að allir viti af þessu og vita að þetta er í boði.